Innilega velkomin til þessa upplýsingafundar eins og hann heitir og það eru örfá sæti hérna fremst í salnum. Það vísu eru þau ekki nema 3 sem stendur, eða 4, en hérna að gera nýta þau. En dagskrá fundarins er aðeins svona með breyttu sniði frá þessum fundum sem verið hafa. Ég mun hérna fyrst fjalla stefnumótun og áherslumál í starfi Háskóla Íslands og ég verð að stikla á mjög stóru vegna þess að það er af nóg að taka og ég held að það sé æskilegt bara þess vegna að halda fleiri fundi til að ræða þessi mál. En það er mjög gaman einmitt að sjá hversu margir koma hérna í dag á þessum fallega degi og ég vona að þið hafi gaman að þessum fundi, njótið hans vel. Síðan mun ég tala fjármálin og síðan er Vala Jónsdóttir verkefnisstjóri hjá Félagsvísindastofnun. Hún mun fara yfir valda þætti og starfsumhverfiskönnun 2014 til 2015 og þetta er mjög mikilvægt. Þetta er annað skipti sem starfsumhverfiskönnunin er gerð og það koma fram atriði sem við þurfum að vita af og ræða í framhaldinu og í lokin mun ég fjalla viðburði framundan. En varðandi þá fyrsta þáttinn, stefnumótun og áherslumál í starfi Háskóla Íslands, þá vil ég segja það að eitt viðamesta verkefni þessa haustmisseris er mótun stefnu Háskóla Íslands og þá erum við að tala heildarstefnu fyrir árin 2016 til 2021. Háskólinn hefur mótað sér stefnu frá 2002 þegar vísinda- og menntastefnan kom í rektorstíð Páls Skúlasonar. Núverandi stefna rennur sitt skeið í upphafi næsta árs og mikilvægt er að fara í stefnumótuna 9. Og stefnumótunin verður leidd af og er leidd af Sigurði Magnúsi Garðarsyni, prófessor í umhverfis- og byggingaverkfræði og Steinunni Gestsdóttur, prófessor í sálfræði í mínu umboði og þau hafa þegar tekið til starfa og ég hlakka mjög til að vinna með þeim í þessu verkefni. Stefnumótunarhópur, heildarstefnumótunarhópur og stýrihópur hafa líka verið myndaðir til að vinna verkefninu og lögð áhersla á víðtækt samráð innan háskólans og utan að þessu verkefni. Og hér er listi yfir þá sem eru í stefnumótunarhópnum og það eru 2 fulltrúar frá hverju fræðasviði, síðan eru formenn starfsnefnda háskólaráðs, fulltrúi og forstöðumaður kennslumiðstöðvar Háskóla Íslands, 2 fulltrúar nemenda, 1 nýdoktor og síðan eru 6 utanaðkomandi aðilar. Og síðan er myndaður stýrihópur, þar sem eru 5 aðilar og þar eru Sigurður Magnús Garðarsson og Steinunn Gestsdóttir, þau stýra honum. Og þessi heildarstefnuhópur hefur þegar hist einu sinni og mun hittast aftur í næstu viku. Og við stefnumótunina verður byggt á fjölmörgum gögnum sem fyrir liggja og þar á meðal er sjálfsmat háskólans, sjálfsmat mismunandi deilda, ýmis gögn sem hafa verið unnin á síðustu árum, úttektarskýrslan Háskóla Íslands og við leggjum mikla áherslu á lýðræðisleg vinnubrögð og ítarlegt samráð í þessu. Drög að nýrri stefnu verða kynnt og rædd víða í háskólanum á þessu misseri og ég legg áherslu á það að verði líka opnir fundir þannig að fólk geti komið að þessu og að stefnumótunarstarfinu sem kemur ekki formlega að því. Og síðan er inn í þessu ákveðin leið til þess að gefa fólki tækifæri til þess að koma sínum sjónarmiðum á framfæri og það verður bréf sent varðandi það út seinna í dag, það að setja stefnumótunina formlega af stað og það verða settar fram ákveðnar spurningar. Og mikilvægt er að stefnan sé mótuð í sem víðtækastri sátt. Og hér eru þær spurningar sem verða sendar út síðar í dag, bæði á íslensku og ensku. Hvaða gildi finnst þér að vera leiðarljós í starfi Háskóla Íslands? Í núverandi stefnu eru 6 gildi en þau eru öll tvöföld, svo þau eru eiginlega 12. Þarna er spurt hver eru 3 helstu gildi sem þú vilt sjá í starfi Háskóla Íslands. Hvaða megin áherslur finnst þér að einkenna stefnu og starfsemi Háskóla Íslands næstu 5 árin og að lokum hvað annað telur þú mikilvægt að hafa hugfast við stefnumótun fyrir Háskóla Íslands. Og það verður opið sem sagt fyrir þessa
könnun til 22. september og svörin verði ekki persónugreinanleg. Það verður samt spurt aðeins kyn og aldursbil og eitthvað þess áttar, svo við sjáum hvort það séu einhver ákveðin munur hvað það varðar, en það þarf ekki að svara þeim spurningum. Svo tímaáætlunin fyrir stefnumótunarstarfið sýnd hér. Við erum í september, opnuð gátt fyrri fasi til að koma framfæri tillögum. Í október miðað við að fyrstu drög verði tilbúin og kynnt og þá komi fram athugasemdir. Þetta verður kynnt á víðtækan hátt og síðan verður undirbúin önnur drög og síðan verða önnur drög kynnt í nóvember og rædd á háskólaþingi, og þá miðað við að háskólaþingið verði þing sem verður með vinnuhópa fyrirkomulagi og þau verða rædd drögin þá, og þegar þau verða kláruð, sem sagt þessi nýju drög, þá verður aftur opnað fyrir gátt, leitað eftir athugasemdum nemenda og starfsfólks til að koma fram á tillögum, og síðan verður áfram unnið að málinu og þriðju drögum ætlað að verða skilað til rektors þá í desember, og síðan verður aftur í janúar þá miðað við háskólaþing og háskólaráð muni fara yfir stefnudrögin. Þetta sem sagt tímaáætlunin, hún getur mögulega breyst, en þetta það sem við setjum fram. Síðan eru mörg önnur áherslumál í gangi og ég vil vekja sérstaka athygli á varðandi rannsóknir, úttekt á matskerfi opinberu háskólana, matskerfi rannsókna og starfsþátta hjá háskólafólki á vettvangi opinberu háskólana, og úttekt á matskerfi hefur verið sett á laggirnar. Það vísindanefnd opinberu háskólana sem með málið, það eru 5 sem sitja í henni, en það verður bætt við viðbótar fulltrúum til að skipa sjálfsmatsnefnd, sem að vinna sjálfsmatinu, og það miðað við séu 10 í því. Vinna þegar hafin við að afla gagna fyrir sjálfsmatsskýrsluna og sjálfsmatsnefndin mun síðan funda á næstunni, sennilega í næstu viku, og leggja þá drög að starfs- og tímaáætlun. Ég legg mikla áherslu á að þetta verði unnið líka mjög vandlega og þetta verði opið þannig að fólk geti komið með athugasemdir í sjálfsmatið. Vegna þess að þetta svo mörg sjónarmið, margs konar sjónarmið sem koma inn í þetta mál, og það ekki hægt að hafa það bara í lokuðum hópum. Svo að þessi hópur sem vinnur á vegum matskerfisnefndar opinberu háskólana mun leita eftir athugasemdum við sjálfsmatsskýrsluna áður en hún verður kláruð. Síðan fer ytra mat fram í kjölfarið, en þetta það umfangsmikið verkefni að þetta mun ekki klárast fyrir en á næsta ári. Varðandi önnur áherslumál þá vil ég nefna gæðamálin. Það þannig að í úttekt á Háskóla Íslands og í sjálfsmatsskýrslu fyrir Háskóla Íslands, háskólinn fékk mjög góða umfjöllun í úttektarskýrslu sem kom núna á fyrrihluta ársins, kynnt í maí. Þá eru ýmis verkefni sem háskólinn hefur skuldbundið sig til þess að vinna að, og þessi verkefni fara í gang. Þau tengjast náttúrulega stefnumótun háskólans, en þau verða sett núna í gang og eru sum þegar komin í gang. Síðan vil ég nefna sóknarfæri í námi í íþrótta- og heilsufræði. Á vettvangi rektors starfaði nefnd á síðasta misseri sem skilaði skýrslu grunnnám á Laugarvatni og framhaldsnám í Reykjavík og í íþrótta- og heilsufræði, og sú skýrsla hefur verið kynnt víða. Hún var sett á vef háskólans, kynnt bæði á Laugarvatni og líka stjórnmálamönnum og fleiri aðilum, og málið hefur verið síðan núna sett í farveg, þannig að það komin ný nefnd sem fjallar faglega þætti þess, og henni stýrt af Guðmundi R. Jónssoni, bæði faglega og fjárhagslega þætti, og það eru aðilar sem eru úr deildinni á menntavísindasviði sem koma að þessu núna, svo að við leggjum áherslu á það að þessi vinna hún muni fara fram núna á næstu vikum, og það má ekki
líða mjög langur tími en þetta mál semst í farvegi og það engin niðurstaða komin í það. Varðandi skipulag og stjórnkerfi þá þarf að leggja mat á núverandi skipulag og stjórnkerfi Háskóla Íslands. Félagsvísindasvið hefur þegar gert þetta, unnið að úttekt og ég hef mælt með því við fræðasviðsforseta að slíkt verði gert og rætta við þá. Sama gildur miðlæga stjórnsýslu. Ómar H. Kristmundsson vann skýrslu á vettvangi félagsvísindasviðs og mun sinna þessu verkefni líka fyrir mína hönd. Og síðan skipulag gæðamála innan háskólans. Þetta enn eitt mál sem mjög stórt. Gæðastjóri í hálfu starfi eða minna við þetta sem stendur, sinnir mjög mörgum málum, en það þarf að koma gæðamálum innan háskólans í svona sterkara form, vegna þess að það svo margt sem liggur undir hvað þau varðar. Síðan það þverfræðileg samvinna á vettvangi háskólaráðs var settur á laggirnar starfshópur þverfræðilega samvinnu sem gengur út á að finna hvar sóknarfæri liggja og líka reyna að minnka gjá á milli fræðasviða, reyna að tryggja það að nemendur geti farið á milli fræðasviða og það kemur skýrsla á næstunni og hún fer í umsögn. Og svo varðandi málefni háskólastigsins, mennta- og menningarmálaráðuneytið með stefnumótun í gangi sem mikilvægt að fólk viti af. Það komin drög að grunnskýrslu háskólakerfið á Íslandi. Háskólinn hefur fengið hana til umsagnar og það hafa verið send inn fyrstu drög að umsögn en síðan kemur hún aftur og þá verður hún tekin til umfjöllunar. Og það verða haldnir samráðsfundir þetta mál á næstu vikum en það gert ráð fyrir því að skýrsla ráðuneytisins verði tilbúin 15. október. Síðan varðandi mannauðsmál sem mikilvæg, þá eftirfylgni starfsumhverfiskönnunar á dagskrá þessa fundar. Mótun fjölskyldustefnu, ég legg mikla áherslu á það að það mál fari af stað og það mikil áhugi á því að koma betur af stað stefnu varðandi að tengja fjölskyldulíf og vinnuálag saman og þessi stefna verður unnin á næstu vikum. Síðan réttind og kjör stundakennara, þetta mál sem hefur verið unnið af starfshópi. Það hefur verið launahækkun fyrir stundakennara á undanförnum mánuðum en það verið að vinna að réttindum og kjörum og aðgerðaáætlunni og hún verður síðan send í umsögn. Mér langar að vekja athygli á nýjum stjórnendum í miðlægri stjórnsýslu. Anna María Pétursdóttir hefur tekið við sem sviðsstjóri starfsmannasviðs, velkomin til starfa, tók við 10. ágúst og tekur við af Guðrúnu Jóhannu Guðmundsdóttur sem áfram hérna hjá okkur tíma og sinnir ákveðnum verkefnum. Og síðan Ingunn Ólafsdóttir hefur verið ráðin sem innri endurskoðandi. Gunnlaugur H. Jónsson sinnti þessu að hluta, hann komin í 50% starf og Ingunn Ólafsdóttir tekur við núna á næstu vikum og þetta mikilvægt að háskólinn skuli ráða sér innri endurskoðanda og sýna frumkvæði hvað þetta varðar fyrir ríkiskerfið. Síðan langar mig að fjalla fjármál. Við þekkjum þessa myndmörk varðandi framlög á ársnema á Norðurlöndunum og þarna lína dregin, þetta OECD meðaltalið og þetta frá 2007 til 2011 byggir á skýrslum OECD og við sjáum að Ísland langt undir meðaltali OECD og þá vantar 6 milljarða króna til þess að ná þessu meðaltali. Og skýrslur OECD Education at a Glance, þær koma talsvert á eftir svo að við erum ekki kannski með nýjustu upplýsingar þarna, en hérna á þessari mynd þá sjáum við bæði fjárveitingu ársnema og heildartekjur HÍ ársnema miðað við að 100% var á árinu 2008, þá hefur á árinu 2015 þá erum við ennþá bara með 84% af því framlagi sem við fengum á árinu 2008, þetta á verðlagi 2014 og við sjáum að tekjur HÍ á hvern nemanda, ef við bara tökum meðaltal yfir alla reikniflokka,
var 1,863 á árinu 2009 og núna 1,75 á árinu 2014. Og sértekjur eru þarna inn í þessari tölu sem eru á bilinu 30–35%. Svo við erum ennþá talsvert undir. Fjárlagafrumvarpið komið fram og hér það sýnt að háskólinn fær vegna hækkunar reikniflokka 244 milljónir, ríkistekjur sem skrásetningargjöld 35,6 milljónir og síðan launa- og verðlagsuppfærsla 709 milljónir og síðan stofnfé fyrir varðandi happdrætti háskólans 50 milljónir og þetta gefur rúmlega 1 milljarð til háskólans. En raunhækkun ekki nema 309 milljónir og það almenn hækkun reikniflokka upp á 5,4%, en það eru 3 reikniflokkar sem hækka sérstaklega. Það raunvísindi, verkfræði og tæknifræði sem hækka 16%, nám í hjúkrunarfræði og hliðstætt nám hækkar 11,4% og nám í læknisfræði hækkar 9,1%. Framlag á grundvelli brautskráninga hækkar 25 milljónir og ársnemum sem greitt fyrir fækkar 65 vegna nemenda fækkunar. En framlag í aldarafmælissjóð áfram 700 milljónir króna. Síðan veruleg aukning í samkeppnissjóði Vísinda- og tækniráðs sem ber að fagna. Háskólinn fær 65% af styrkjum til rannsóknarsjóðs, milli 50 og 60% til innviðasjóðs og tækniþróunarsjóðs þá fær háskólinn 5–10%. En þetta sem sagt hækkun samtals 2 milljarða og stór hluti kemur til Háskóla Íslands. En ef við förum yfir svona helstu áhersluatriði varðandi frumvarpið, þá má fagna hækkun framlaga til reikniflokka, verkfræði, tækni og raunvísinda og læknisfræði og hjúkrunarfræði. Þetta mikilvægt, en það eru vonbrigði að í fjárlaga erindi Háskóla Íslands var lögð áhersla á það að taka reikniflokkana alla upp aftur og við verðum að berjast fyrir því á næsta ári að það verði gert. Reikniflokkur hug- og félagsvísinda sem fyrsti reikniflokkur, sem lægsti reikniflokkur, hann hækkar bara 5,4% og það algjörlega óviðunandi vegna þess að raunkennslukostnaður miklu hærri og við vitum að nemenda kennara hlutfall mjög hátt í hug- og félagsvísindum. Það eru mikil vonbrigði líka að í frumvarpinu ekki að finna ákvæði hækkun framlaga í aldarafmælissjóð. Ég og fleiri við höfum verið að hitta stjórnmálamenn og leggja áherslu á þetta og baráttan mun standa áfram. Við erum áfram með 700 milljónir sem mikilvægt, en til þess að ná þessu OECD meðaltali og síðan Norðurlanda meðaltali nauðsynlegt að aldarafmælissjóðurinn fái innspýtingu. Og að síðustu þá vil ég nefna að það mjög mikilvægt að taka ákvörðun framtíð byggingar hús íslenskra fræða. Við höfum lagt áherslu á þetta. Það komin svo hætta að það þurfa að moka ofan í grunninn sem náttúrulega mjög slæmt. Þetta mikilvæg bygging fyrir Háskóla Íslands, fyrir Íslands samfélag og við leggjum tunga áherslu á að hún munir rísa á helst á árinu 2018. En þá Vala, gerðu svo vel. Það mínum þætti hér lokið. Góðan daginn. Ég heiti Vala Jónsdóttir. Ég ætla að kynna fyrir ykkur helstu niðurstöður úr starfsumhverfiskönnuninni sem var lögð fyrir síðastliðið haust. Við ætlum að fara svona fljótt yfir helstu niðurstöður og helstu þættina sem koma út í könnuninni og einblína svo á svona það helstu niðurstöður sem komu út, hvað það sem veldur spáir svona sérstaklega fyrir starfsánægju annars vegar og álag og streitu hins vegar. Og svo ætlar Jón aftur að fá orðið til þess að taka fyrir svona umbóta verkefni sem verður svo farið í ljósi þessara niðurstaðna. Könnunin var lögð fyrir í annað sinn haustið 2014. Hún var lögð fyrir fyrst 2012 og fyrir þá allt fastráðið starfsfólk við Háskóla Íslands og svarhlutfalli var 74%, var 70% síðast og mismunandi eftir deildum, eftir sviðum eins og þið sjáið og deildum og starfseiningum og gögnin voru vigtuð eftir deildum og starfseiningum. Fyrst förum við þá yfir þessa helstu þætti. Þáttagreiningin var gerð 2012
út úr henni komu þá 8 þættir, 6 núna í ár af því að spurningalistin var styttur. Og þarna sjáum þið yfirleitt yfir þá, það mjög lítill munur milli ára, gráu súlurnar sýna þá samanburðinn við árið 2012. Það helst efst og neðst í þættinum stjórnun og svo upplýsingamiðlun og HÍ út af við. Það sem meiri ánægja í ár heldur en var 2012. Þetta eru spurningar sem liggja til grundvallar þáttunum, eru allar sem sagt á 5 punktabili frá til dæmis mjög sammála til mjög ósammála. Þannig að því hærra meðaltal, því meiri ánægja með þáttinn, eða þá því minna álag þegar við horfum á álag og streitu, meiri ánægja með álag og streitu. Og svo þið átti ykkur, einhverju leiti svona á því hvaða sem liggur til grundvallar, þá stjórnun inniheldur 12 spurningar næsta yfirmann og það þá til dæmis hvort að næsti yfirmaður leiðbeini og gagnrýni og uppbyggilegan hátt og hvort að yfirmaður seti vinnustanum skýr markmið. Álag og streita, þar eru 8 spurningar, þar sem spurt streitu, vinnuálag, hvort þú sért andlega eða líkamlega úrvinda eftir vinnudaginn, ásamt öðrum. Sjálfræði og áhrif í starfi, það spurt hvort þú hafi góð tök á öllum þáttum starfsins og hvort þú ráðir því sjálf hvernig starf þitt unnið og það eru 6 spurningar. Sveigjanleiki í starfi og samræming fjölskyldu og vinnu, það eru 4 atriði, hvort þú getur farið á vinnu með litlum fyrirvara, hvort þú getur tekið frí þegar það hentar þér og sért með sveigjanlegan vinnutíma. Starfsandi og ánægja með starfseiningu, það þessi heildarspurning starfsánægju sem við ætlum að krífa hérna á eftir og ánægja með starfsanda og hvað það sem einkennir helst samskiptin, hvort þau séu stíf og regluföst eða hvetjandi eða styðjandi. Upplýsingamiðlun og HÍ út af við, það sem verður einna mesta breytingin frá árinu 2012. Það verið að spyrja ánægju með upplýsingamiðlun frá stjórnsýslunni og innri vef, frá sviðinu og frá næsta yfirmanni, svo eitthvað sem nefnt. Og já, þarna helstu niðurstöður eru sem sagt að það meira ánægja á stjórnun og upplýsingamiðlun og HÍ út af við og við sjáum einnig kynjamun þegar við skoðum það niðurstöður að konur eru sem sagt ánægðari með stjórnun og einnig upplýsingamiðlun heldur en karlar. Og svo líka munur ef við skoðum álag og streitu þar sem að konur eru undir meira álagi heldur en karlar við háskóla í heild. Og við ætlum líka að skoða hérna sömu þættina þar sem við sjáum mun eftir starfi og við sjáum þarna frekar skýrt munstur, appelsínugular línan sem að sýnir akademískt starfsfólk. Að akademískir eru almennt óánægðari með þessa þætti starfsumhverfis heldur en starfsfólk í stjórnsýslu, svona heilt yfir. Og mestur munurinn þegar við skoðum stjórnun efst og svo álag og streitu þar fyrir neðan og neðstu 2 þættina, starfsanda og svo upplýsingamiðlun. Ánægja í starfi, það var spurt heildar ánægju í starfi, þegar á heildinu litið hversu ánægð eða óánægð ert þú í starfi þínu. Og hér sjáum við hlutfall þeirra sem eru frekar eða mjög ánægðir og lituðu súlurnar þá í sviðslitunum og gráu línuna aftur til að sýna þá samanburð við 2012. Og við sjáum að heildar ánægjan hún jókst þarna aðeins milli ára úr 76% þeirra sem eru frekar eða mjög ánægðir í 79%. Og ánægjan jókst á öllum sviðum nema á hugvísindasviði þar sem hún mældist samt óvinni há. Núna meðaltalið það sama og fyrir háskólann í heild. Og mesta breytingin var þarna á verkfræði og náttúruvísindasviði milli ára. þar sem ánægjan eykst úr 69 í 82%. Og svo mikilvægt að hafa í huga að við erum að horfa núna á tölur fyrir sviðin, að það rosalegu munur þegar við skoðum þetta svo eftir starfseiningum og deildum. Þá sjáum við hlutföll alveg frá 43% sem eru frekar eða mjög ánægðir og upp í 100%. Þannig að það mjög mikilvægt að krifja það en það frekar. Ef við skoðum ánægju svo eftir bakgrunni, þá eru konur almennt ánægðari heldur en karlar og eldra starfsfólk á aldrinum 40-60 ára sérstaklega, það svona óánægðasti hópurinn. Og ef við skoðum þetta svo eftir starfi þarna neðst niðri, þá 78% akademíska starfsmanna frekar eða mjög ánægður og ef við tökum aðjúngta sem eru þetta ekki stramtið ekki akademíski starfsmenn en starfsumhverfi þeirra svona hvað líkast hinum akademísku þannig að þess vegna eru þau saman í hópi. Ef við tökum þá sérstaklega út þá eru 64% þeirra mjög eða frekar ánægður og þeir eru mun óánægðir í starfi heldur en akademískt starfsfólk. Og ánægjan jókst þarna meira innan stjórnsýslu milli ára heldur en hjá akademískum úr 76 yfir í 82%.
Starfsánægja, hún mjög mismunandi hvernig við metum starfsánægju, hvort við erum að skoða einhverja eina spurningu eða hvort við erum með heilan kvarða sem að mælir þetta hugtak. Þannig að við erum búin að skoða svona rannsóknir hérna og þaðan og hérna svona eitt dæmi, 68% starfsfólks í háskólaumhverfinu sem er svona eins og hér blandað, stjórnsýsla og akademískt, segjast vera frekar eða mjög ánægðir og þarna sjáum við sama munstur, akademískir eru óánægðari heldur en starfsfólk í stjórnsýslunni. Og ef við skoðum svo alþjóðlega rannsóknir, þá sjáum við að Íslandingar eru ánægðari í starfi heldur en í nágrannaríkin í Evrópu samkvæmt European Value Study sem er rannsókn frá 2008 eða European Social Survey frá 2012. Þannig að sjáum við dökkbláu línuna efst uppi. Þar þrónir Ísland á toppnum 2008 og svona í hópi þeirra ánægðustu 2012. Svo fengum við líka upplýsingar nýjustu tölur úr spurningavögnum hjá Gallup og þar koma niðurstöður alveg heim og saman við okkar tölur. Þar eru 79% frekar eða mjög ánægðir þeirra sem eru launþegar í dag. Svo gerðum við greiningu annars vegar fyrir akademíska starfsmenn og hins vegar fyrir starfsfólk í stjórnsýslu þar sem þetta eru mjög ólíkir hópar sem ræðir. Almennt það sem hefur áhrif á starfsánægju, það getur verið stefna fyrirtækisins, stjórnun, samskipti, laun og kjör, starfsöryggi, vinnuaðstæður og ábyrgð og margt fleira. Og ef við lítum til rannsókna í háskólaumhverfinu, þá sjáum við að traust til stjórnenda og sjálfræði, samræming vinnu og einkalífs, vinnuálag og svo þetta sérstaklega þegar við horfum á akademíska, hlutfall nemenda og kennara og rannsóknarskylda spáir fyrir starfsánægju. Og við settum hér inn í módelið, þar sem ég sjáum hérna vinstri hönd, þá erum við með multilevel greiningu sem við gerðum, þar sem við erum ákveðna breytur á deildarleveli sem við sjáum hérna neðst í töflunni, hópbreytur. Þar settum við inn fjölda nemenda á hvert kennara og svo ánægju nemenda, upplýsingar sem við höfum úr gæðakönnunum sem við leggjum einmitt fyrir háskólann. Og efst uppi sjáum við þá þættina og eins og við munið þá eru margar spurningar sem að liggja að baki hverjum þætti, starfsanda, sveigjanleika, stjórnun, sjálfræði og svo álag og streitu. Og svo eru stakar spurningar þar fyrir neðan sem við settum einnig inn í módelið. Og þarna sjáum við stjörnumerkta stuðla sem að hafa sér satt marktæk áhrif í módelinu. Þannig að ef við súmurum þetta upp þá sjáum við að þeir sem að upplifa góðan starfsanda og meira sjálfræði í starfi eru undir minna álagi og streitu, eru ánægðari með laun og frekar konur eru sem sagt ánægð í starfi. Og þetta sérstaklega þá við akademíska starfsmenn. Þannig að við sjáum þá að til þess að auka starfsánægju akademíska starfsmanna þá þurfa að stuðla góðum starfsanda og auka sjálfræði í starfi sem að mælist þó mjög hátt, draga úr álagi og streitu og auka á ánægju með laun. Svo skoðum við starfsandan aðeins frekar þar sem að hann er langstærsti forspar þátturinn í líkaninu og það sem að svona felst í þessum starfsanda er samstarf við fólkið í starfseiningunni og það að geta mælt með starfseiningunni sem góðum stað til að vinna á. Svo erum við með sambærilega greiningu, nema aðhvarfsgreiningu, fyrir starfsfólk í stjórnsýslu. Það er módelið sambærilegt nema við erum búin að taka út rannsóknarskylduna og nemenda kennarahlutfalli og ánægju nemenda, þar sem það á ekki við. Og við settum einnig inn ánægju með vinnu- og skrifstofurými, starfsþróun, spurningu það hvort þú hafi mikla eða litla möguleika og að þroska hæfileika þína og þróast í starfi. Og svo er þarna stjórnandi, hvort þú gegnir stjórnunarstöðu eða ekki. Og þarna sjáum við stjörnumerktar spurningar eða þætti sem að spá fyrir ánægju starfsfólks í stjórnsýslu. Þannig að þeir sem upplifa góðan starfsanda eiga meiri möguleika á að þroska hæfileika og þróast í starfi og eru ánægðari með vinnu og skrifstofurými eru ánægðari í starfi. Álag og streita jókst milli ára hjá akademísku starfsfólki eins og við sáum, þar sem að helmingur starfsfólks finnur fyrir álagi og streitu alltaf eða oftast í starfi. Hér sjáum við samanburð á þessari stöku spurningu hvort þú finnir fyrir streitu í starfi þínu sem er hluti af þessum álagsþætti og samanburð milli ára. Og í heildina þá hefur
þá segja núna 38% segjast oftast eða alltaf finna fyrir streitu í starfi, samanborið við 36 árið 2012. Og þegar við skoðum þarna mun á kynjum þá hefur streita aukist milli ára hjá körlum úr 29 og í 34%, en bilið þá þarna minnkað aðeins á milli konu og karla. Aldurshópurinn 40–49 ára undir mun meira álagi heldur en aðrir og það kemur bara mjög vel heim og saman við litteratúrun sem við erum að skoða við erlendar rannsóknir í háskólaumhverfinu. Neðst sjáum við munin þarna á akademísku starfsfólki og starfsmönnum í stjórnsýslu, þar sem að 47% núna segjast alltaf eða oftast í hópi akademískra vera undir streitu í starfi, 43% 2012. Og í stjórnsýslunu eru sérst 27% núna sem að segjast alltaf eða oftast vera undir streitu í starfi og 26% árið þar á undan. Hér sjáum við 3 spurningar sem að tengjast álagi og streitu, skipt niður eftir starfi. Og þarna sjáum við aftur bara mjög skýran mun, þarna tökum við aðjungtana líka til hliðar. Og þarna sjáum við á öllum þessum spurningum þá upplifir akademískt starfsfólk mun meira vinnuálag og meiri streitu og er frekar andlega úrvinda eftir vinnudaginn heldur en starfsfólk í stjórnsýslu. Og mikilvægt líka átta sig á því að það eru þetta ekkert samansmerki á milli þess að vera undir miklu vinnuálagi og upplifa streitu. Við sjáum þarna til dæmis að 75% í hópi akademískra er undir miklu vinnuálagi og 47% þeirra finna alltaf eða oftast fyrir streitu. Það er mjög mikilvægt að skoða streituna betur. Streita, eins og við vitum, getur haft mjög alvarlegar afleiðingar í för með sér, bæði fyrir einstaklinga og einnig bara fyrir vinnustaðinn. Getur haft áhrif á svefn og heilsu og líðan og þegar við lítum á streitu í starfi þá sýna rannsóknir að streita getur haft áhrif á framleiðni og starfsanda, haft áhrif á starfsmannaveltu, svo fátt eitt sé nefnt. Akademískt umhverfi, starfs- og umhverfi akademískra starfsmanna hefur líka tekið miklum breytingum, bæði hérlendis og líka þegar við lítum til Bretlands, Ástralíu, Bandaríkjanna og Skandinavíu og aðra rannsóknir. Álagið er að aukast ár frá ári, laun er ekki að hækka í takt við annarra í samfélaginu. Vinnuálag hefur aukist og það er mun meiri krafa að ná inn fjármagni og mun meiri krafa birtingar heldur en áður. Og hvað sá báir þá fyrir þessa streitu? Aukin krafa fjáröflun og rannsóknarskyldu, hlutfall nemenda og kennara og óánægja með stjórnun eru svona þeir þættir sem hafa helst komið þar og haft áhrif. Líka samskipti á vinnustað, samræming vinnu og fjölskyldulífs og laun, svo eitthvað sem nefnt, sérstaklega í háskólaumhverfinu. Hér sjáum við þá sambærilegt módel og áðan, multilevel greiningu, þar sem við erum með sömu forspárbreytur inni. Og þarna sjáum við að sveigjanleiki kemur sterkast inn ásamt, já það er eiginlega bara sveigjanleikinn sem kemur sterkast inn hérna. Þannig að við summarum þetta upp, þeir sem upplifa minni sveigjanleika, minna sjálfræði, gengur betur að sinna rannsóknarskyldu, eru óánægðari með laun og svo frekar konur og yngra starfsfólk eru frekar undir álagi og streitu í starfi í hópi akademískra. Og þarna var tilgáttan svo að fjöldi nemenda og kennara hefði sérstaklega mikil áhrif. Við vitum að hlutfalli er mjög misjafnt milli sviða. En þegar búið er að setja allt annað inn í módeli og í rauninni stjórna fyrir það sem á undan kemur, þá kemur það ekki marktækt inn lengur en það kemur marktækt inn þegar við erum bara með nemandi kennara hlutfalli fyrst inn í módelinu. Svo skoðuðum við sambærilegt fyrir álag og streitu starfsfólks í stjórnsýslu. Það sem hefur þetta mestu áhrifin, við sjáum að þeir sem upplifa lítinn sveigjanleika og eru óánægðari með laun, þeir sem verða vör við erfið samskipti í starfseiningunni sem hafa áhrif á starfsandan, þeir sem aftur eiga meiri möguleika á að þroska hæfileika sína og þróast í starfi, eru yngri og gegna stjórnunarstöðu, upplifa meira álag og streitu. Þannig að þetta sjáum við sömu áhrifin í starfsþróunarbreytunni. Þeir sem hafa meiri möguleika á að þroska hæfileika og þróast í starfi og eru þá kannski metnaðargjarnari og að þeir sem upplifa meira álag og streitu, ekki öfugt. Og það sem kemur hérna sterkast inn, það er sveigjanleikinn og svo stjórnendur.
og einnig þeir sem upplifa erfið samskipti í starfseiningunni. Það eru svona þau 3 atriði sem að spila stærsta hlutverki hérna. Þá er þessari kynningu lokið og ég gefi bara Jóni Atla eftir orðið til að fara yfir þessu umbótaverkefni sem verður farið í. Umbótaverkefni þá í kjölfar þessar niðurstaðna. Ég vildi nú þakka Völu og Félagsvísindastofnun og starfsmannasviði fyrir þessa greiningu. Það er mikilvægt að halda þessu starfi áfram og ég tel að umbótaverkefni sem farið var í árinu 2013 hafi skilað ýmsu og miklu og það kom til dæmis framvarandi upplýsingamiðlunina. Nýliðamóttaka er nauðsynleg að bæta hana, taka vel á móti fólki og háskólinn hefur bætt sig mjög hvað þetta varðar. Síðan varðandi stjórnun og streitu, þetta eru þættir sem við þurfum að halda áfram að hlúa að og hér er ýmislegt sem kemur inn varðandi valdmörk fræðasviðs forseta og deildarforseta og námsbrautarstjóra og ýmislegt varðandi skipulagið. Svo að ég held að þessi verkefni, þessi bara mjög eðlilegt að halda þeim áfram og varðandi streituna þá er nánari skoðun nauðsynleg með deildum og einingum. Hér til að mynda kemur inn í þá kennara nemenda hlutfallið og ýmislegt varðandi að hafa námskeið og fræðslu þessi mál og síðan aukin stoðþjónusta í rannsóknum. Þetta er verkefni sem aldarafmælisjóður hefur stutt, bæði varðandi styrkumsóknir og ýmislegt sem þar kemur inn og það þarf betri stoðþjónustu í rannsóknum og þetta er verkefni sem ég mun leggja áherslu á að verði farið í. Síðan varðandi bætt samskipti, starfsandi kemur skýrt fram að hann skiptir máli. Félagsvísindasvið hefur farið í vinnu varðandi bætt samskipti og hin fræðasviðin mögulega munu fara í slíka vinnu líka, geta lært af reynslu félagsvísindasviðs. Svo legg ég aftur áherslu á fjölskyldustefnuna, hún kemur þá beint í framhaldi af þessu ef við lítum á gögnin. Mér langaði í lokin að ræða viðburði framundan, haustfagnaður í þessum sal og hérna niðri á föstudaginn. Ég vona að flest ykkar geti komið. Það væri mjög gaman frá 16 til 18. Síðan 1. október kemur þá nýr listi Times Higher Education World University Rankings og það verður gaman að sjá hvar háskólinn kemur út á þeim lista. Síðan er árshátíð Háskóla Íslands 9. október á Hilton Reykjavík Nordica og síðan er háskólaþing föstudaginn 13. nóvember og þá er þetta miðað við sem sagt að stefnu drögin liggi fyrir og verði vinnuhópa fyrirkomulag. En ég hef lokið máli mínu en orðið er laust. Þetta var ansi pökkuð dagskrá en já, Inga, gerðu svo vel. Já, takk. Inga Þórsdóttir heiti ég, forseti heilbrigðisvísindasviðs. Takk ykkur fyrir þessa kynningu. Vala, nú hef ég spurninguna, mér datt ekki í hug neitt á hana. Og það er í sambandi við var eitthvað athugað með fjárhagsstaða eininga og starfsandi eða ánægja. Fjárhagsstaða, ekki launandi fjárhagsstaða einingana. Já, spurningin var athugað með fjárhagsstöðu einingana og tengsl við ánægju og svarið er... Nei, við vorum ekki með þar upplýsingar. En það var auðvitað áhugavert að bæta fleirum hlutum inn og skoða gögnum út frá öðrum forsendum. En við vorum ekki með það inni, nei. Fleiri spurningar? Þá bara þakka ykkur kærlega fyrir. Hér eru veitingar frammi og ég vona að þið getið staldrað við og tegið þær og þakka ykkur kærlega fyrir fundin og Vala, takk aftur. Takk.